Steinsteypa langmesta framleidda efnið í heiminum og því skiptir miklu máli að rannsóknir á steypu séu sem öflugastar. Rannsóknir á sviði steinsteypu stór þáttur í starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og stofnunin hefur vakið alþjóðlega athygli í tengslu við slíkar rannsóknir. Okkar hlutverk að rannsaka efniseiginleika steinsteypunar. Steinsteypan náttúrulega langmest framleidda efni mannsins. Við framleiðum 23 milljarða tonna af þessu og áður fyrr þá sagði ég að það væri bara bankamenn sem skildu svona tölur. En þetta svo langmest framleidda efnið og því miður þá endingin ekki alltaf nógu góð. Og þess vegna þarf alltaf að bæta steypuna eða gera hana betri eða sterkari. Ykkar rannsóknir hvað snúast þær helst? Já, það snúast mjög mikið frostþol, klórleiðni, ryðmyndun, rýrnun og þessa eiginleika eins og alkalívirkni. Áður var alkalívirkni mjög mikið vandamál. Það að mestu leyti búið að kveða niður þann draug en hann var næstu því þjóðaböl. Og það hefur verið fundið lausn á því með því að bæta kísilíki í steypu og gera hana mun þéttari ásamt öðrum aðgerðum. Þetta kemur þjóðarbúinu svo mikið við vegna þess að kostnaður sem fer í það að viðhalda húsum svo verulegur. Og það að fyrirbyggja skemmdir mjög mikilvægt. Þetta aðhald við iðnaðinn. Alveg eins og núna þá rýrnun orðin verulegt vandamál. Þó að alkalídraugurinn sé hvað niður þá hefur komið annað. Það mjög mikla breytingar í sementsframleiðslu í heiminum vegna þess að Kyoto-samningurinn gerði harða kröfur á að menn myndu reyna að breyta sementinu af því að sement einstaki stærsti valdur CO2 mengunar í heiminum. Hann stendur á bak við 5% af allri CO2 af mannavöldum. Og ef við myndum einfalda þetta, þá myndum við segja bara hvað CO2 mikið vegna steinsteypu, þá það það bil 10% af því sem kemur frá jarðefnagasi og iðnaði í heiminum. Þá ég ekki að taka með skógarbruna eða annað. Þannig að þetta mikill iðnaður, steinsteypan. Já, þetta langmest framleidda efni mannsins. Deildin í samstarfi við ýmsar þekktar erlendar rannsóknarstofnanir. Við eins og ég segi, fremstir meðal jafningja í að gera svokallaða sjálfútleggjandi steypa sem flýtur alveg eins og vökvi og þarf engan víbratúr. Við höfum verið leiðandi þar algjörlega. Varðandi hágæðasteypu, þar við leiðandi eða það sem kallast á ensku high performance concrete. Því miður þá búið að skemma svolítið nafni hágæðasteypa á Íslandi og hásstyrkleikasteypu. Þannig að miðað við það sem gengur að gerist ef við tökum meðalsteypu í Norður-Ameríku, þá til dæmis steypa sem var notuð við að gera við Borgarfjarðarbrú, hún var 5-falt sterkari heldur en slík meðalsteypa. Það eru til marga tegundir af steypu. Já, það þannilega þá þær hannaðar með tilliti til þess álag sem á að fara á þær. Til dæmis ef þú gerir steypu sem á að fara í hafnarmannvirki, þá þarf hún að vera mjög endingargóð og hún þarf að vera mjög þétt. Það að segja að það má ekki fara klór að bendistáli því þá mun það ryðga. Á mjög mörgu stöðum þá þarf það að hafa öll útisteypa á Íslandi þarf að vera frostþolin og það þýðir það að við þurfum að setja hellingar 5% loft inn í hana ekstra. Á meðan að innisteypa þarf ekkert loft. En því miður loft hefur engan styrk. Þannig að það rýrir verulega styrksteypuna þegar þú setur loft í hana. Þannig að þú þarf meira sement í slíka steypu. Hverjir það sem að leita til ykkar varðandi þessar rannsóknir?
Já, það bæði iðnaðurinn, oft við gerum helmingaprófunum fyrir sjálfan iðnaðinn og það vegagerðin, Siglingamálastofnun, það eru fleiri sem þurfa að fá aðstoð við það að gera, eins og Landsvirkjun og við getum sagt það að það þorri þjóðarinnar líka sem kemur með alls konar spurningar. Við erum alltaf með opinn síma þegar að fólk kemur og hefur vandamál og það víðsvegar vandamál. Rannsóknir og þróun á íslenskri steinsteypu hafa vakið verðskuldaða athygli erlendis. Ný íslensk steypa hefur verið valin svo umhverfisvænsta í heimi. Í desember kynnti Ólafur þróun og blöndun steypunnar í Abu Dhabi. Viðstaddur var forseti Íslands og forstjóri Abu Dhabi Future Energy Company. Það fyrirtæki sér uppbyggingu fyrstu mengunarlausu borgar veraldar, Masdar. Þessi steypa gerð þannig að hún hefur við höfum sett meiri kröfur styrk og klórleiðni heldur gengur að gerist fyrir venjulega steypu, þannig að hún eigi að vera endingabetri. Hún hefur kolefnisspor sem mjög lágt. Það að segja, ef þú tekur alla málma þá þeir með stærðargráðunni 2 kíló per kíló af málm af CO2. Ef þú tekur þessa umhverfisvænu steypu þá hún 0,05 kíló per kíló. Þannig að það mjög lítill hluti. Og þetta mjög mikilvægt. Ekki það að venjuleg steypa sem á stærðargráðunni 0,2 kíló per kíló umhverfisvæn miðað við mest önnur efni. Við framleiðum svo rosa mikið af þessu. Þess vegna bráðnauðsynlegt að minnka mengun varðandi steypu framleiðslu. Þannig að þetta steypa framtíðarinnar? Já, og við gerðum þá stóra sýningu og forseti Íslands var til staðar þegar við gerðum það í Abu Dhabi og við gerðum það með þeirra efni á heimsýningunni vistvæna orku og þá steyptum við svona ýmis konar mannverki úr þessari steypu eða við gerðum þessar stórt sýningaratriði úr þessu. Við höfum allavega hátt í 20 erlenda aðila sem koma að rannsóknunum okkar. Á hverju ári þá allavega 10 aðilar sem styrkja rannsóknir varðandi steinsteypu. Og við erum með helstu framleiðendur semens, kísilríks, íblöndunarefna og svo framvegis sem hafa styrkt okkar rannsóknir. Við höfum einnig haft marga nema á því mesta. Þá var ég með 6 doktorsnema eða meistaranema frá Þýskalandi í einu. Og við höfum alltaf nefnilega tengt okkar þróun og rannsóknir við háskólanum. Tölvur gegna mikilvægu hlutverki í rannsóknum sem þessum. Hér sjáum við niðurstöðu tölvuhermunnar á flæði steypunnar í steypubíl. Það tók öfluga tölvu 2 sólarhringa að framkvæma þennan flókna útreikning. Skrið á steinsteypu getur skapað vandamál, en hvað skrið á steypu? Það til dæmis einingar eins og bitar og plötur í húsum og svalir. Þær síga hægt og rólega og þið getið séð þegar svalir taka svona broskall. Það hægt og rólega þá sígur, kemur niðurbeygja á eininguna vegna þess að hægt og rólega formbreytist steypan og minnkar vegna álagsins yfir mjög langan tíma, yfir til dæmis 10 ára tímabil. Þetta eitthvað sér íslenskt fyrirbrigði? Alls ekki og þetta vandamálið í heimi líka. En Ísland með sérstöðu gagnvart þessu vegna þess að með við Evrópustaðla þá íslensk steypa að skríða meira og lengur. En hvernig hægt að koma í veg fyrir skrið? Það bara að hanna steypuna betur og passa upp á að hún fái nægan tíma til að taka sig þegar áður en slegið undan til dæmis og leyft bara með steypunni meðhöndlað á réttan hátt samkvæmt stöðum. Rýrnun steypu vandamál. Það þarf að huga að hönnun steypunar og þá það stærsti hlutin vatnið. Vatnið hefur gríðarlega áhrif á rýrnun.
Það þarf bæði þá að huga að vatninu sem sett sama við steypublönduna og eins að huga að eftir meðhöndlun steypunar þá að halda raka að steypunni þegar hún ný. Hvaða rannsóknir eru þið að gera þessa dagana í þessu tilliti? Já, ég útbjó ansi margar steypublöndur sem þá ég að skoða bæði fylliefni, misjöfn fylliefni og sementsgerðir og svo að pröfa einmitt þessar að meðhöndla þær á misjafnan hátt eftir að þær hafa verið teknar á móti. Þetta lítið steypusýni og einn ég að skoða íblendi efni, hvaða áhrif það hefur, bæði litarefni og rýrnun af vari til dæmis. Ryðmyndun eitt vandamálið þegar steypa annars vegar. Þetta samt ekki gríðarlegt vandamál hérna í Íslandi. Við erum svo heppin að hafa járnblendifélag hjá okkur og þannig að við fáum kísilík frá þeim og sementu okkar íblanda kísilíki og kísilík eiginlega bara gæð og auki á steypu. Það þéttir bæði steypuna og gera hana endingagóðri eða betri. En það þarf að fylgjast með þessu öllu saman, samt sem áður. Já, og ég sé það. Ég að gera klórleiðni mælingar á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Já, við tökum sýni, steypum sýni og tökum sýni eftir 28 daga og setjum það í þetta gerð tæki sem við höfum. Setjum klórlausn undir þetta og basa ofan á. Setjum straum á þetta og fáum að vita eftir á hvort að sýn þétt eða ekki. Selta getur verið skaðvaldur. Sjórinn því ógn. Hann ógn í þessu tilfelli. Það náttúrulega í brúarmannvirkjum og hafnarmannvirkjum og svoleiðis. Þetta getur haft áhrif þar og einnig bílakjöllurinn þar sem kannski eins og þessum tíma núna eins og þegar snjór og bílar fara inn með á söltum dekkjum og svoleiðis, þá getur þetta haft áhrif á þessar byggingarhluta. Hvernig það? Þá leiðir, ef steypan ekki nóg þétt og einhverjar sprungur eru fyrir, þá leiðir saltið niður sprunguna og þar myndast ryðmyndun við steypusteyptajárnið. Og þá getur voðinn verið vís. Já. Steypa í borholum þarf að vera sérstaklega sterk. Þá þarf að taka tillit til þrýstings og hita og einnig þetta svo rosalegu þrýstingur sem kemur vegna súlunar þegar maður búinn að bora niður, steypusúlunar. Svo þá þarf að setja inn létt fylliefni og annað slíkt. Svo þarf að vera ákveðin eiginleiki hægt að vinna með steypuna þegar verið að dæla hana niður. Hún má ekki vera of stíf þegar verið að dæla hana niður en hins vegar má hún ekki vera of lengi að harðna til að gefa styrk svo að geta haldið áfram með verkefni. En í svona borholum þá nú eins gott að steypan haldi. Já, mikið rétt. Blandan í dag svo sama og hefur verið notuð í 40 ár og á þessum tíma hafa verið margar framfarir í steyputækni og það sem við erum að reyna að gera núna að þróa blöndu, betri blöndu, sterkari blöndu til þess að nota í dýpri holum og svo framvegis. Hvenær sérðu fyrir þér að nýja blandan komi á markaðinn? Já, það náttúrulega vissulega tregða í þessum geira. Ég meina, þú sér það búin að nota þessa blöndu í 40 ár. En bara ef við getum sýnt fram að hún sé nógu góð, þá vonandi verður hún tekin upp. Hvað með ykkar rannsóknir, til dæmis þrýsti rannsóknir, fara þær fram hér? Það einmitt þetta tæki hérna. Hér höfum við þrýstiklefa sem við lokum og svo dælum við köfnunarefni inn á eftir hún búin að koma fyrir sýnunni hérna onni. Og svo notum við segulsvið til að snúa þessu hérna rótor, snúa honum inn í og þá getum við einmitt mælt eiginleika steypunar, hvað varðar
flæði og svo framvegis. Og svo getum við einmitt líka hérna auki hitastigið upp í 100 gráður og með þessu þá getum við líkt eftir aðstæðum í borholunni. Ýmsar aðrar rannsóknir eru stundaðar, til dæmis mögulegar viðgerðir á burðarbitum. Þetta er algjör steypa, er stundum sagt, sem sagt algjör vitleysa. En hvað segir Ólafur Vallevík þetta orðatiltæki? Það tengist líklega alkalískemmdunum sem voru hér fyrir 3 áratugum. Og þá skemmdist steypa svo verulega og þar að leiði kom það óyrði á efnið, en síðan settum við kísilryk í allt sement á Íslandi og þar með kváðum við niður þennan draug. Þannig að þetta er raunverulega orðið úrelt hugtak. Nánari upplýsingar steypurannsóknir er að finna á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands nmi.is.